Við vorum að berjast fyrir réttindum homma og lesbía. En ekki fyrir hvernig hommar og lesbíur ætti að vera. Þú þurftir ekki að vera aðgerða sinni. Þú máttir alveg vera íhaldskall. Skilurðu? Þú þurftir ekki að vera kallmannlegur. Þú máttir alveg hafa áhuga á smákökubakstri. Og skilurðu, þú máttir vera eins og þú vildi sem hentaði þér. Þú máttir hafa þín lífsviðhorf. Þú þurftir ekki að fylgja neinni stefnu. Það var engin kenning. Núna eru félagsmenn í samtökunni 78 nánast undantekningarlaust einhvers konar aðgerða sinnar sem að kjósa Vinstri græna. Þeir aðgerða sinnar og kannski kjósa Vinstri græna og eru með ákveðin lífsviðhorf og ef þú ert ekki þar þá ertu óvinnur. Ég er ekki að kaupa þetta. Og þar með eru hommar sem að fylgja til dæmis sjálfstæðisflokknum á málum í svona lífsskoðun sinni að þeir upplifa sig óvelkomna í samtökum 78. Já, þeir gera það og en ég verði ekki neitt. Þetta fer minkandi. Þetta viðhorf, ég alveg tekið eftir því og þannig að samtökin þau halda áfram að þróast og mér finnst eins og í dag þau séu að þróast frá þessum þræðum en samt er holningin á samtökunum ennþá algjörlega út frá þessum þræðum en þau eru samt á leiðinni burt. Hvað heldur að hafi valdi því að ef það rétt að vera að þau séu á leiðinni burt frá þessu? Hvað tryggur það? Hvað breytist? Ég held að bara almennt þessi fræði og margt annað í samfélaginu sem að kom upp fyrir nokkrum árum að það á leiðinu út. Bara þessi út að tala með hann allsherjar vókisma. Allsherjar vókisma. Sem að í fyrstu fólk var svona hrættið og hugsaði ég verði víst að taka þátt í þessu, annars ég ekki góð manneskja. En núna eru fleiri og fleiri farnir að sjá, þetta eitthvað bölvaðrugl. Það er málið. Og ég held líka annað. Ég held ef að hlutir eru rugl, þá mun fjara undan. Það er ósjálfbært. Það er ósjálfbært. Og þess vegna hef ég aldrei haft svona til lengri tíma miklar áhyggjur að þessu. En þess að ég held að allt rugl bara, það fjarar undan því, það er ósjálfbært og bara það mun þynnast út og eyðast.